Alarós, 15 stiga tap, 14 eða 15 stiga tap fyrir Keflavík í kvöld. Hvað er að gerast hjá þínum drengum? Hvað haldið þið tapið þessum? Við guðum bara í fyrsta leikluta, fannst mér. Þær settu tóninn og héldu honum svona allan leikinn. Þeir eru ekki 10 upp eftir fyrsta. Og voru að hitta stóru skotum. Við spilum allt í lagi vörð í fyrsta leikluta, fannst mér. En við vorum að brenna kannski frekar opnum færum. Eins og þú segir, þeir náðu þessu 10 stiga forskoti í fyrsta leikluta. Þeir náðu aldrei langt undan í þessum leiksamt. Nei, við hefðum alveg getað gert eitthvað smá atlögu en mér finnst raunin okkar að vera svona frekar lítil og mér fannst bara þetta var þessi gamla klísja svo Keflavík langaði mér að vinna þennan leik og svo bara frá augustunum 40-29 það var hellingur í boði fyrir okkur sem var ekki hvað, við verðum mörgulega með okkur 4-5 sóknarfrákast þannig að við svona já, við vorum ekkert almennilega að fara eftir þessu fannst mér. Gerðu gífurlega vel í fyrsta leiknum hér og gerðu svo aftur vel á ykkar heimavelli í Þorlákshöfn. Náðu að stilla sterku liði Keflavíkur upp við vegg. Heldurðu að pressan hafi eitthvað komist inn í hausinn á mönnum í þessum leik? Nei, ég veit það ekki. Kannski eitthvað svona með bak við eyrað að eiga eitthvað leik inni eða eitthvað svoleiðis sko. Þráttur að menn hugsi það ekki. En mér fannst þau ekki spila eins og sært dýr. Föstudagskvöldið, næsti leikur. Seint í júní, örugglega eina skiptið í sögunni sem að þetta mun gera, sem að það voru sól allan daginn, fá að fara heim í Þorlákshöfn. Hlýtur að vera góð tilfinning að vera þó allavega í þessari stöðu að vera búin að koma sér í það þurfa bara einn. Já, það er náttúrulega betra að vera 2 yfir heldur en að vera 2 undir og ég meina, en núna er pressun á okkur að vinna heima. Hvað þurfa að gera til að svo verði? Er þetta intensity eða hvað? Já, það sé bara málið. Þetta er ekkert eitthvað svakaleg taktík. Liðin viti svona nokkurnu hvort hann spilar. Ég er kannski óánægður líka við driblum mikið. Við höfum aðeins svo lítið flæði í sókninni okkur. Við vorum kannski svona ætluðum að vinna þetta bara einn veginn. Rock og roll á föstudaginn í Þorlákshöfn? Já, skulum vona það. Frábært. Takk.